Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Til mín komin hún Helga Björg, en hún spilar á víólu og það ekkert smá. Velkomin. Takk fyrir. Segðu okkur aðeins hvað þú varst að gera síðasta laugardagskvöld. Ég var að spila í fullveldiskantetunni. Já, eftir Michael Clarke. Já, í með mömmu minn og pappa. Í Sinfóníuhljómsveit Norðurlands, er það ekki? Ert þú ekki full ung til að vera að spila í Sinfóníuhljómsveit? Jú, en hann var sko komið með hugmynd til þess að vera með fullt af krökkum, að spila í svona strengjasveit. Já. Með. Og voru fleiri krakkar? Já, það var fullt af fleiri krökkum. Já. Aðalega bara fiðlur, bara 3 víólur. Já. Þannig við þurftum að spila mjög sterkt. Ok. Og gekk þetta vel? Já. Hvað ertu búin að vera að spila lengi á víóluna? Síðan ég var 5 ára. Já. Og er það aldrei eitthvað erfitt og þreytandi? Langar mann aldrei að henda henni út í vegg? Jú, sérstaklega í kringum prófum, svona grunnprófum og allt þannig. Þá var maður bara að spila sama á hverjum einasta degi. Já, þá er það kannski svolítið einhæft. Já. En þú lætur þig hafa það og þú hefur náð þessum prófum. Já. Og hvað ertu þá komin langt í svona námi? Ég er núna í miðstigi, þannig. Já. Og er ykkur próf framundan hjá þér? Já, þá taka til þess að fara í framhald svo bara til þess að klára þetta allt. Já. Þannig að það er 2 próf. 2 próf eftir. Og eru þeir núna á næstunni? Ég er að plana á að taka miðprófið í kringum 9. bekk. Já. Maður þarf að hugsa svona langt fram í tíman. Já. Af því núna ertu í hvaða bekk? Ég er núna í 7. bekk. Já, þannig að þú ert alveg komið með planinn í framtíðina. En svo ertu að segja mér að þú ert ekki bara að spila á víólu. Nei, ég spila líka á bassa. Ég var að byrja á bassa, sko. Og er gaman að hafa eitthvað svona tilbreytingu, að prófa eitthvað annað. Já. En hvernig stendur á því að þú ert svona mikil áhugamanneskja tónlist? Það er aðalega út af því að bæði mamma mín og pabbi spila á hljóðfæri og systur mína, þannig að... Já, þú ert 2 eldri systur sem báðar spila hljóðfæri, þannig að það var engrar undankomu auðið. En er ekki líka bara gaman að spila í hljómsveit? Jú, það er alveg hrikalega gaman að maður hitti nýja vini og það er bara... Getur eitthvað lýst í hvernig manni líður þegar allt hljómar svona vel saman? Getur eitthvað lýst tilfinningunni? Það er svona, maður bara svona gleymir því að maður er á staðnum og maður maður trúir ekki því að maður spila svona æðislega tónlist. Gleymir sér bara. Sérstaklega á þannig fullveldiskantetunni, maður bara líður svo vel og maður fær hroll í líkamann bara af tónlistinni. Hroll og gæsahúð og allan pakkan, en gaman að heyra. Og þú ætlar að spila fyrir okkur eitt lag í þættinum. Já. Hvaða lag fáum við að heyra? Rúdolf með rauða nefið. Já. Erstu búin að æfa það mikið og lengi? Já, bara í einum víólutíma. Bara í einum víólutíma? Já. Er þetta orðið svona létt fyrir þig? Já. En nú ertu að byrja á nýtt hljóðfæri, bassin. Er það ekki aðeins flóknara þá fyrir þig? Jú, sérstaklega út af því að þetta er nýjum lykli, því að það er til 3 tegundar lyklar, G-lykill, C-lykill og F-lykill. Núna spila ég í C-lykill og F-lykill og það er mjög ruglandi. Þetta er alveg svo kínverska fyrir mér, en það er kannski líka að því að nú ert þú búin að vera í einum lykli og ert svo að fara í annan. Er þetta svolítið eins og að læra annað tungumál þá eða? Svona pínu, já. Þetta er eins og að læra frá íslensku yfir í dönsku. Það pínu eins sem, pínu öðruvísi. Já, eitthvað kunnulegt en samt öðruvísi. Akkúrat. Það var frábært að fá þig í heimsókn í þáttinn og bara gangi þér áfram vel í tónlistinni. Þú sagði mér reyndar að þú ert ekki bara í tónlist, þú ert líka í hvað, skátunum? Skátunum og dansi. Já, þannig að það er bilað að gera. Já. Og er ekki allt núna að fara þetta í jólafrí og svona slökun samt? Jú. Núna er það alveg bara skemmtitímar og núna er að fara að vera jólaball og síðan og eftir því er danssýning. Já. Og þú ert náttúrulega með í danssýningunni? Já. Og ertu búin að læra dansinn? Já. Ég hlakka til að heyra lagið þitt. Takk fyrir að koma í þáttinn og gangi þér svakalega vel. Já, takk fyrir.